Blessaður Sverrir. Við erum komin hingað í sögusvið Storytel til að spjalla nýjustu bókina eina sem komin út í þeim, Stríð og kliður. Og þetta frábær bók, hún fyrir við völl, fjallar að vissu leyti í grunninn loftslagsmál og svona þá stöðu sem okkar samfélagi komið í. Heldur betur. Hvernig kom þetta til? Hvernig kom bókin? Af hverju skrifaði ég þessa bók? Af hverju skrifaði þessa bók? Já, til hvers? Það er góð spurning, sko. Eins og ég segir í byrjun á bókinni þá lenti í svona því ég kalla sköpunarkrísu. Það sem ég fannst bara eins og ég gæti ekki lengur hugsað neitt nema loftslagsmál og tæknina. Og mér fannst þessi tveir hlutir, sem sagt stríðið gegn náttúrunni og kliðurinn sem alltaf svona tækni áreiti sem dynur á okkur stöðu, var einhvern veginn farið að hamla ímyndunaraflinu hjá mér. Akkurat. Og svona sköpunargáfunni sem sem sagt þriðji þráðurinn í bókinni. Já. Þannig ég fór að hugsa í rauninni bara hvernig það fyrir okkur í heimi þar sem að fyrsta lagi dynja okkur fréttur að við séum að eyðileggja heiminn. Skemma lífkerfin, vistkerfi jarðar og svo séum við að drekkja eigin hugsunum stöðugt í öllum þessum kliði sem dynur á okkur á tækinum. Hvað verður þá bara geta okkur til að segja sögur, rækta ímyndunaraflið og vera ein með hugsunum okkar? Akkurat, þú byrjar bókinn alltaf þarna að vera að tala þetta samband á milli sköpunarkraftsins og svo þess að fá bara að vera í friði. Já, fá vera í friði, já. Og hvernig náttúran svona fóðrar ímyndunaraflið. Og af því að ég lendi í það, mér fannst ég ekki geta skrifa sögur. Þetta var svona 2016 og þá bjó ég ennþá út í New York. Mér fannst ég ekki geta skrifa sögur og þá fór ég að hugsa, getur við þetta tengist einhvern veginn? Já, nákvæmlega. Og hlutaði var náttúrulega, mér fannst bara einhvern veginn, ég gæti ekki réttlæta að sitja alltaf einhver staðar, skilur og búa til vandamál, búa til persónur. Ég þyrfti að fara út í heiminn og láta eitthvað að mig kveða. Já. Og þannig að, hvað gerir ungur bókneyður maður sem vil láta sig kveða í veröldinni? Jú, hann náttúrulega skrifa bók eða sækir í háskólum. Það var það sem ég gerði. Ég ákvað að fara aftur í nám og reyna að hasla mig völl á svona umhverfissviði. Þannig ég sótti mig í 2 stórum flottum skólum og komst inn en svo þegar þau byrjuðu að senda mér fleiðuleg bréf og segja að ég væri snillingur og síðan senda mér reikninga og eitthvað svona, þá hugsaði ég þetta er ekkert leiðin endilega til þess að breyta heiminum. Þannig að við fluttumst frá New York, ég og kona mín og dóttir okkar. Við fórum til Mexíkó og vorum þar bara lengi í litlum þorpum svona fyrir utan alfaraleiðar. Og svo, sem sagt, eigum við vin í Japan sem heitir Tsubasa og er japanskur bóndi og hann bauð okkur að koma til sín og vinna á bóndabænum hjá sér. Þannig að við bara fórum þangað og vorum þar talsveit langan tíma og þetta var þannig að við vöknum 4-5 á morgnana og slittum grænmeti beint upp úr jörðinni og grænmeti hjá honum var sko eins og ávextir, það var svo safaríkt og einhvern veginn og bara ég hafði aldrei smakað bragðað mest, sko, ég veit ekki eins og hvað sumt af þessu grænmeti heitir, sko. Nei, akkurat. Og ég var sem sagt búin að vera þarna lengi og við og vorum rosalega hamingjusöm. Svo þarna rennur upp og ég var búin að ákveða, ég ætlaði bara að reyna að gerast bóndi eða hætta að skrifa og bara einbeita mér að því að vinna með höndunum. Og þetta gekk bara ágætlega en Tsubasa var samt alltaf svona vappi í kringum með því að vera á traktornum eða ég var að gera eitthvað svona pínu á nálum, sko. Íslenski náungi hérna sem er að keyra traktorinn minn. Færi sér ekki að voða og svo sem sagt rann upp afmælisdagurinn minn. Ég var að vera 33 ára og það var einhver sem benti mér á þenn daginn að þeir voru allir sko 33 ára þegar þeir lenti í einhverju svona lífsstefnumótandi reynslu, Jesús, Kristur og Buddha. Nákvæmlega, Sverrir í Japan. Já, Sverrir í Japan. Og ég átti þessi afmæli og þau vildi baka þetta með köku og þau vildi ekki að ég vissi það, það náttúrulega koma fólki óvart á afmælisdaginn. Þannig að þau bjuggu til svona útsmogna áætlun að koma mér út úr húsi og sem var þannig að Tsubasa gekk á mér og sagði, sko, lagði svona arminn yfir mig og sagði Sverrir, það er búið að vera unun að fylgjast með þér hérna á bóndabænum síðustu bara vikur og mánuði. Hvaða tungumál töluðu þið? Við töluðum ensku, sko. Litla stelpa við reynda að byrja að læra hrafla í japansku og hann var að læra alltaf meira og meira ensku. Það var svona ástæðan fyrir því að hann var svo gaman að vera með okkur. Og hann lagði arminn yfir mig og sagði að bara unun að fylgjast með þér út með svo græna fingur og svona náttúrulega hæfileika sem bóndi. Þetta er bara yndislegt og núna mátt þú fara einn út á traktorinn. Og ég bara treysti þér fyrir því og ég sko bringan á mig þandist út af gleði og ég bara einhvern veginn svona sveig út úr húsi, það var sól og sumar og fuglasöngur og það voru svona 2 akrar hjá honum og ég fór upp á þann efri fyrst og var það bara eitthvað að syngja með fuglunum þvílíkt glaður, kláraði efri akurinn en svo til að komast niður á þann neðri þá þurfti ég að þræða mig niður svona hlykkjóttan malbikaðan stíg, sko mjög brattan og ég heyri fyrir mér rödd Tsubasa því ég kom inn út á stíginn, bara Sverrir muna,
gíra niður, hægja á sér á traktornum, rosalega mikilvægt. En ég var orðinn eitthvað svona montinn og eitthvað svona kæruleysa, ég hugsaði sko, Tsubasa flottur, hann ekkert einhver íslensku víkingur eins og ég sko, ég miklu betri á traktor. Og svo lá sem sagt slóði framhjá húsi eitthvað svona 100 og eitthvað ára gamalla japanskra hjóna, þeir voru búin að vera þarna mikið og svona spjalla við þau eitthvað á einhverju gullmáli sko, og allt í einu kveður við, ævaforn rödd, skelfing og lostir fyrir aftan mig þegar ég á traktornum, þá lít ég við og þá sé ég gömlu konuna koma hlaupandi á eftir mig, skelfing og losna, og þá átti ég á því, ég er algjörlega búin að missa stjórn á traktornum, og ég þýt bara hraða 30, 40, 50 og traktorinn svona skröltir allir hlutum eins og sé að leiðast í sundur og ég reyna að gíra niður, en það er ekki hægt á traktor þegar maður komin á stað sko, og svo bara þýt ég þarna niður og ég hugsa bara þegar slóðin endar þarna neðst, ég verð bara að bremsa og flýgur út. Flýg eins og í teiknimynd sko. Og þú veist, handleggirnir og fótleggirnir svona eins og þyrlur eða svona vindmylu einhverju spaðar. Og það var svona hrísgróna akkur þarna mörgum metrum fyrir neðan. Og meðan ég flýg þarna í loftinu og traktorinn fer svona fyrir sólina og varpar svona drungalegum skugga. Þetta er eins og teiknimyndatriði sko. Þetta er eins og teiknimyndatriði, en ég er ekki að ýkja þetta. Og ég meðan ég flýg þarna hugsa ég sko, Sverrir minn, þú ert ekki svona hæfileikaríkur bóndi að náttúrunnar hendi, það er bara augljóst, þú verður að viðurkenna það fyrir þér. Þú ert rithöfundur, svona, fjandinn hafi það, og ef ég lifi þetta af, þá ætla ég bara að halda fram að skrifa og svo sem sagt fæ ég bara hugmyndina að þessari bók, Stríð og kleður, titillinn bara fyrir gegnum hausinn á mér, Stríð og kleður, og svo bara lendi ég á hrísgrjónum og traktorinn lendir ofan á mér sko. Ofan á þér? Hann lendir ofan á mér sko. Og hvað, þú laskaðist ekkert alveg? Ég lít svo á að ég var svo mikill fótbolta og íþróttamaður þegar ég var lítill, ég er svo vanur því að detta, ég er svo vanur því að verða fyrir hnjaski, að ég náði einhvern veginn, en ég lendi á japansku spítala sko, sem var bara... Á afmælisdaginn? Já, en svo þegar ég var útskrifað þaðan samdægurs, þá beið mín eins og fína afmæliskaka. Já, þau fenguðu nú út úr húsi? Já, þannig að þau tókst að baka hana og Sirís kona mín talar enn þetta sé besta afmæliskaka sem hún hafi bakað sko. Já, frábært það allan að... Ég man ekki hvernig hún var á bragðið sko. Einmitt, þú veist, talar bókinni hérna loftslagsmálin, að þetta er svo stórt málefni og knýjandi, það kemur úr öllum áttum, alls staðar allan daginn og hérna og talar að maður verður geðveikur að hugsa en maður þyrfti að vera geðveikur að hugsa ekki Já, einmitt. Og hérna, og hvernig, þú veist, hvað finnst þér hvernig getur manneskja í dag einhvern veginn gert þetta, hver balansinn? Já, kannski eru þessum dýrategund að missa vitið. Það er alltaf alveg líka hugsanlegt, sko, að við vitum hvað er að gerast, við vitum að við erum að skemma sko ekki jörðin í heild, sko jörðin mun lifa Jörðin er bara plánundar sko. Já, og mun lifa af okkar veru hér, en við erum að skemma og skerða lífvænleg skilyrði fyrir okkur sem dýrategundur. Það er svo ókvæmlegt. Og taka mörgunir dýr og vistkerfi með okkur sko. Í fallinu sko, og náttúrulega við, og þannig að það er sko einleiðin náttúrulega er bara að reyna að hugsa þetta sem vitiborin, skynsum, skapandi manneskja og þora að gera það. Ég held að það sé líknandi á einhvern hátt sko. Já, akkurat. En ég hef svo sem enga undra lausn hvernig við komumst út úr þessu, en ég komst samt að því að leiðin til þess að halda áfram að lifa er ekki svo að byrja að hugsa bara í tölum, þessi svona gagnahyggja sem stjórnar öll í dag og trúa bara á vísindi, af því að vísindin eru ekkert án listamanna. Nefnilega. Ég veit að þú ert sammála því. Og ég hugsa með þess að breytingarnar muni alltaf þurfa að koma vísindamenn vinna út frá einhverju heimsmynd sem þeir alast upp í og eru umhverfis allan daginn og þú veist, og hvað er það sem mótar það sem að stjórna þá gangi einhvern veginn fólksins í samfélaginu. Það er ekki listamenn, heimspekingar og hugsuður, en svo er náttúrulega líka þannig að vísindamenn eru og voru sérstaklega einu sinni á 19. öld dæmis, vísindamenn voru listamenn. Já, þetta er mjög skapandi grein. Heimspekingar, já, og ef við hættum að vera skapandi innan lista þegar búið að búið til svona svo stíf kerfi sem virkar svona, þá náttúrulega finnum við ekki frjóar lausnir sem til að takast á því. Nefnilega, af því að þú veist, það er náttúrulega bara eðli í vísindana, ef maður þarf að finna eitthvað upp, þá þarf maður að geta hugsað eitthvað sem enginn hefur hugsað áður. Akkurat. Og það er mest skapandi í heimi. Já, akkurat. Þannig ég einhvern veginn, og í bókin, hún heitir náttúrulega Stríð og kleður, sem er auðvitað vísun í Stríð og frið eftir Tolstói, og ég tek sem sagt dæmi hann sem hann var upp á 19. öld, og hann lendi í því og ég er ekki að líka mér við Tolstói þó að ég sem sagt nota hann í bókinni, en hann lendi í því að hann svona glataði einhvern veginn trúna á tilgang lífsins og bara lífsins og skrifaði bók sem heitir Játning til að koma sér út úr því og leiðin hjá honum var í raun að skrifa sig að einhver svona
trú, endurvekja trúna sko á Guð í brjósti sér sem mér fannst ekki verið búið fyrir mig. Nei, en þó ég öfundar svolítið af því en þannig einhvern veginn ég skrifaði mig átt að því að endurvekja trú mína bara á sköpunargleðina og sagnalistina og svona og innifalið í þessu svona áminningum það að stundum gott að hugsa framtíðina gott að líta öxl sko, lesa eitthvað frá 19. öld eða 18., 17., 16. eitthvað sem var skrifað fyrir 2000 árum að því við erum átt svo föst í því sem að gerast í dag nýjustu upplýsingum, flæðir endalaust til okkar en svo mikið hluti af því bara kliður og fólk á 19. öld var ekkert vitlausara en við erum í dag þessi framfara hugmynd náttúrulega dálítið það hafa orðið framfarir í lífsgæðum en ég veit ekki hversu líka, hver viðmiðin við framför? Já, akkurat Hvenær framför? Já, það er svo margþætt. Það framför að einmitt raska öllum vistkerfum jarðar? Nákvæmlega. En á vissulega hátt, á sama tíma þá hefur verið framför í vísindum og læknavísindum og byggingarlist og öllu því, skilurðu. En það hefur kannski, það hefur kostnaður einhvers annars þar. Já, sjálfsögðu. En sem leið notum við sömu sóttvarnir og við gerðum bara fyrr á öldum. Við erum að nota grímur og þú veist, þannig að við erum oft svona dálítið svona þröngsýn í okkar svona yfirlæti. Nefnilega. Þetta er sko, ég hugsaði þetta að mörguleiti sé loftslagsvandinn dálítið svona yfirlætisvandi. Að við erum sko yfirlætisfull í garð fortíðarinnar og framtíðarinnar og finnst eins og okkar veruleiki sé veruleikinn svona einhvern veginn endapunkturinn í, þú veist, allir sagan sé bara einhver svona uppbygging að okkar klæmaksi sem okkar líf sko. Það bara dálítið mikið þannig. Svo minn ég líka að blika í bókinni sem svolítið hættulegt kannski en tala að við megum ekki vanmynda skynjun okkar á tilfinningar sem náttúrulega þessi listamenn gera en við megum ekki heldur láta alfarið stjórnast á tilfinningum en það bara þannig að við erum 80% eða meira tilfinningar og við erum með þennan krókódílaheila eða hvað þetta og svo náttúrulega framheila sem svona skynsemi en við erum stjórnumst svo mikið af tilfinningum og skynjun og þá getur reynda virkað á jákvæðan hátt. Þannig að við okkur þykir vænt veröldina, þess vegna viljum við vernda hana. Og listamenn náttúrulega, og ég segi það líka í bókinni að ímyndunaraflið uppsprettað þessari umhverfið. Við erum umhverfið okkar. Þannig að ef þú lifir í fjölbreyttu umhverfið þar sem fullt af öðru lífi og litum og trjám til dæmis, þá hlýtur það að örva eitthvað fjölbreytt í höfðinu á þér. Þannig að svona grunnspurningin í bókinni er eiginlega, ég segi það bara hreint út einhvers staðar, að hvað gerist í heimi þar sem að fjölbreytni lífs er að minnka, getur verið að þá minnki sköpunargáfan leið og ímyndunaraflið réni og þá hrekkur fólk svolítið við og hugsar býtu, ef við erum að skemma allt í kringum okkur erum við þá líka að skemma eitthvað innra með okkur og svo líka búið að sýna fram á það að loftmengun hefur áhrif á vitsmunagreind sko. Já, akkurat fólk stendur sér verri í prófum í mengun eða bara almennt bara í lífinu þannig að þetta er svo augljóst og þetta er líka, þetta er bara svona frjósemin í kringum okkur er svo sama og er innröð okkur einhvern veginn. Þú segir hérna einhvers staðar, ég skrifaði hjá mér við þurfum að fara vel með heiminn því hann ólgar bókstaflega í æðum okkar. Já. Sem er einmitt þetta. Svo sagðir líka einmitt svo áhugaverða sögu af hérna barni sem að ég held hann að séð leðurblöku en það var að fiðrildi, þekkti ekki muninn á milli. Já, einmitt. Já, það var þegar við vorum í Japan sko. Já, einmitt. Það sem að við vorum í einhverju gistiheimili og það voru 2 stelpur handan við vegginn og það er svo þunnir veggir náttúrulega í þessum japansku húsum að það var bara eins og það væri alveg upp við okkur og það skrjáði í nammibréfum og það voru að horfa einhverja þætti allt kvöldið og það voru eitthvað að hneggja hlátri og eitthvað svona allt í lagi, bara gaman hjá þeim en svo allt í einu bara hætti gleðin og það sko reku upp eitthvað svona ramakvein og koma hlaupandi til mín sko og það er náttúrulega tjáningar geta okkar svona á milli var svona takmörku sko en þær voru að segja að það væri sko leðublæka á ensku og ég fór inn í herbergið og það var sko eitthvað svona fallegt fiðrildi og þær öskruðu bara leðublæka voru svo hrættar við það og endaði því að ég bara fangaði fiðrildi og fór með það út sko þær vildu drepa það sko en mér finnst þetta líka svo ógnvænjandi að þú ert búin að fjarlægjast það mikið svona náttúruna svona sakleyslegt dýr sem gæti ekki skaðað þig þó það væri eina markmiðs í lífinu að skaða þig við eitthvað svona mikið nótta. Akkurat, við erum farin að framleiða meiri hérna gíraffa heldur en eru til gíraffa. Gíraffa-bámsanir og mér finnst það svo einmitt, alveg svona partur af einhverju firringu sem er að eiga sér stað sem er bara við erum að búa til einhvern við erum líka að kenna börnunum einhver all dýranöfnin sem sjáðu aldrei þessi dýr. Svona útrunni heimsmynd sko, ég að hugsa fyrir aðra bók sem sennilega saga þá kalla ég þetta svona
grimm bjartsýni þannig að ég ætla að fara, þú veist, að við erum búin að innstilla einhverja svona á svolítið grimmdanan hátt, vissa bjartsýni í höfðinu á kannski krökkum með okkur sjálfum, þar sem að við segjum til dæmis þú átt möguleika á því að vinna við eitthvað sem þú hefur gaman að og eitthvað kannski menningatengt og skapandi í heimi sem fullur af gíröffum og dýrum. En hvað ef allt langt þarna? Nema við grípum í taumana. Þú veist að hvað störfin hætta að mótast að því hvað gleður okkar fast við og þau fara að mótast að einhverju allt öðru. Það með svona gagnahyggju og tölum og einhverju. Og hvað ef, og þetta hefur verið kallað gíraffablekkingin. Það er dæmis að sko hvað heldur þú að setja margir gíraffar í heiminum í dag? Þú manst það kannski, ég heldur. Var það ekki bara svona 2000 eða eitthvað? Nei, nú talsið fleiri en það, sko. En þú veist, það fer eftir hvernig kannski en 130.000 samtals. En leikfangið Sophie, sem svona franskt, svona leikfang sem allir kannast við, svona sog, svona dæmi. Já, fyrir börn, Það seljast, samkvæmt alltaf tölunum sem ég hafa með í bókinni, 800.000 þannig bara á frönsku markaði árlega. Það er rosalegt. Þannig að það eru, þú veist, 6-7 sinnum fleiri, skilurðu, gervi, bara svona gervi gíraffar. Og það eru myndir af dýrum allstaðar og náttfötum og, þú veist, og allar barnabækur fjalla dýr. En leið við erum að framleiða allt þetta dót, þá ekkert pláss eftir fyrir dýrin og þau eru að hverfa. Og þetta svona alveg galið. En ef við tölum ekki þetta, þá náttúrulega tökumst ekkert á þetta heldur, sko. Það vill enginn heim án gíraffa. Nei, akkurat. En þú veist, svo getur einhver annar sagt, þurfum við á gíraffum að halda? Þú veist, kannski nóg að hafa bara snuðinn. Sem einhverja minning gíraffana, já. En eiga gíraffan ekki bara sinn tilvistarétt, það náttúrulega önnur. Þetta er aftur komin inn eins og mannmiðhyggju, þú veist, að við erum dálítið að líta á heiminn sem svona okkar neysluvöru bara. Já, það er náttúrulega búið að segja okkur það frá því að við vorum lítil. Já, einmitt. Að þetta sé neysluvara. Já, einmitt. Og það er náttúrulega annað með því að segja þetta sé neysluvara, þá er náttúrulega bara fjarlægja okkur líka heiminn svo mikið að við kunnum ekki á hann lengur. Og við skiljum hann ekki. En hvað þá ef allt í eitthvað hrynur og sumir, ég talaði reyndar ekki það í bókinni, það er eitthvað sem ég hafði lesið dálítið mikið að kalla svona, bara svona, ég veit ekki hvað maður kalla á íslensku, bara svona hyggja eða eitthvað svona bara að heiminn sé í hrunin og hann sé að hrynja meira og meira. Þannig að það sem ríður á að gera í dag er að kenna dæmis krökkum að rækta mat. Já, nákvæmlega. Og hvernig væri að færa veröldin aftur inn í kennslustofuna og kenna dæmis íslensku nemendum hvað heita fisktegundirnar sem eru svona lífæð okkar hér á landinu. Flest er að þekka það og ekki útliti held ég. Nei. Hvað heita trjátegundirnar, hvernig ræktar við grænmeti? Í staðinn fyrir að vera alltaf að fjalla þú veist, það sem er náttúrulega mjög mammið sem við þurfum samt líka að þekkja en öll þessi vísindi okkar og sagnfræði og það allt. Nákvæmlega. Þannig að það er eitthvað. Já, einmitt að fara dálítið hverfa aftur til náttúrunnar. Já, þú veist, en ekkert eitthvað í ekki hverfa samt, en þú veist, en ekkert á einhvern hippalegan, svona svolítið óraunsæjan hátt, sko. Einmitt. Af því ég er svo mikil raunsæjismaður, það finnst mér að segja þetta. Einmitt. Er það ekki? Jú, ég myndi segja það, sko. Lifi veröldin eins og hún er og virkar. Já. Það held ég sko að þessi rökhyggja, ég hef sagt þetta, ég man ekki hvort ég eitthvað skrifa þetta, en skynsemin, við köllum okkur alltaf skynsemisveruna, við erum skynsamasta dýrið, þetta framheilanum á því, en það af því hvað við erum skynsum, það gætu við búið þetta allt til sem er síðan að fara, þú veist, verða okkur að falla í sko. Það var einhver sem orðaði þetta mjög vel daginn, ég man ekki nákvæmlega hvernig það væri, við hugsum eins og sko meðaldamaður, en við erum með vopn sem eiginlega tilheyra framtíðinni sko, og tæki. Og við erum svolítið eins og bara börn sem ráða ekki við leikfengin sín sko. Það er svo óhugnalegt sko, við höfum ekki svo andlegan þroska til að meðhöndla þessi tæki. Eða bara einhvern veginn getur til að sjá fram í tímann sko. Nákvæmlega. Og þetta er einmitt mjög einhvern veginn óhugnalegt, mér finnst ekki svo erfitt ofta að hugsa þennan vanda af því að þá er ég bara eitthvað ég veit að ég get ekki hugsað þetta. Ég get ekki náð utan hvað við erum að tala En er það þá ekki, komum við ekki aftur að því sem við vorum að tala um áðan að hlutverk listamanna, rithöfunda þeirra sem eru skapandi er að minna okkur á hvað þetta er allt mikilvægt, hlaðið merkingu og að einhvern veginn fagna þessu öllu og þar með vilja venda það og minna okkur á að þetta skipta allt máli. Já, ég held líka að þú veist eins og ég er að sjá dálítið hvernig fólki núna fara að fjalla loftslagsmál. Við erum hægt að fjalla þetta sem einhvern veginn svona rosalega vísindilegt vandamál sem við þurfum að takast, við erum bara að fara að fjalla eins og bókin þín er svo mikið, bara svona persónulegt spjall. Við erum bara að tala, hvað er að gerast, einhvern veginn. Og ég held að það sé svo ótrúlega mikið, því þá allt í einu erum við farin að inklúdera almenning.
þú veist, þá allir eru bara að tala við fólk eitthvað sem allir eru að hugsa. Það var alveg svona meðvitað hjá mér að tala einmitt bara sem venjulegur náungi sem, þú veist, vissulega hefur alveg lesið mikið þessi mál og það fullt af tölfræði, þetta hvílir alltaf á staðreyndum en ég samt ekki vísindamaður. En þá fannst mér eins og ég væri svona einhvers konar lottar eða boðflenna inn í einhverjum heimi þar sem ég hefði ekki einhverja stimpla til að mega tjá mig. En ég held að við þurfum færri sérfræðinga við þurfum sérfræðinga, en við þurfum fleiri fjölfræðinga. Þú veist, það sem hagfræðingur þarf að vera líffræðingur og stjórnmálamaður þarf náttúrulega og hefur kannski alltaf verið ljóðskáld til að blekkja fólk líka. En þú veist, við þurfum að sameina þetta allt, af því að ef við gerum það ekki, þá það náttúrulega fyrstulega galið að hagfræðingar sé ekki náttúruvísindamenn eða líffræðingar af því að allt sem þeir gera hvílir á þessum grunni. Og ég sé þetta gerast, það þú veist, orðið þverfaglegt ekki fallegt en það farið að skarast alls staðar, Þannig að það það sem eitthvað svona smá von hjá mér, Akkurat. Þetta líka áhugavert ef maður hugsar hvernig þetta speglast í svo náttúrunni sem við erum að sjá. Þú veist að náttúrun að vera einhæfari og við erum líka alltaf að verða einhæfari. Við erum að verða einhæfari. Og svo það hitt að eftir því sem náttúran hnignar í kringum okkur þá sökkum við dýpra og dýpra inn í einn hlut sem mér finnst snilldar uppfinning en þetta einn hlutur, þú situr á kaffihúsi og það kannski ekki matseðill, þú stimplar eitthvað og kemur matseðill svo ertu að bíða svo pantar í gegnum það svo pantar í gegnum það, svo ertu að bíða eftir viniðinum þannig að þú notar til síma eða skilaboðskjóð eða eitthvað svo ertu aðeins að bíða þannig að þú flettir í gegnum tímarit svo skiptir yfir í bók, svo skiptir yfir í hljóðbók svo greiðir reikningana ætla að nýta tíman, þú veist og það magnað að það sé hægt en þetta samt líka skrítið. Þetta var, þú veist, 3 daga að vinna hérna áður fyrir, skilurðu, að gera þetta. Já. En það líka alltaf þetta með að spara tíma, allt sem tíma. Það rosalega mikið svona gagnahugsunin, Stundum bara allt í lagi að taka sér tími að gera hluti. Og gera kannski ekkert. Já, og eftir því sem við erum fljótir af öllu, þá þurfum við að gera meira, Nákvæmlega. Þannig að, en já, svona, ef ég svona einhvern veginn hnýtið allt síðan saman hvernig ég svona réttlæti fyrir mér ég mætti skrifa þessa bók megi hugsa þessa hluti, það megi að allir náttúrulega, þá var það sem sagt ég var í Bandaríkjunum í listasafni í Portland í Maine og þar voru einhver svona klassísk listaverk eftir einhverja snillinga 20. aldar, allt kallmenn eiginlega, sjálfsögðu. Það var snillingar? Já, þessi snillingar, en þeir voru náttúrulega hæfileika menn, margir sem voru þannig, en það var stóð að væri sýninga á verkum barna niður í kjallara. Og einhvern veginn, ég las svo mikið að listaverkum eftir börn. Þau eitthvað svo óheft og þar var sem sagt mynd eftir stelpu sem ég man ekki hvað var gömul, 6 eða 7 ára. Hún var að mávi og svona svolítið svona klaufalega teiknuð en svona mikil ástríða á litir og eitthvað svona mávinni var þarna eitthvað. Og svo stóð bara fyrir neðan, bara vinsamlega njóttu teikningarnar minnar af mávinum. Bara njóttu hennar. Já, bara og þetta svolítið svona stilling barnsins og stilling hins svona frjálsa listamann sem ekki lamaður að því hversu mörg like hann fær eða hversu góða dóma hann fær þetta bara svona í svona hreinu einhvern veginn sköpunarferli þannig að ég hugsaði bara njóttu bókina minn stríð og kliðir og þetta bara það sem ég get gert og einhvern veginn ef ég get komið þeirri nótu og þessari lífsnálgun út í heiminn þá það bara Nákvæmlega. Þetta ótrúlega falleg nálgun á listsköpun af því að þú veist, maður bara einhvern veginn svona að tappa inn á eitthvað í sjálfum sér svo gefa hann bara frá sér og svo það bara það besta sem gæst gert og eða kveikir í einhverjum þá það frábært og með allavega viðbröðin sem ég fengið við bókinni þá virðist hún allavega hafa hreyft við mörgum og líka kannski að því að ég einmitt að skrifa bara sem venjulegur náungi að reyna að skilja þetta frekar en einhver svona vel svona rótgróin einhver svona eitthvað autoritet sem að segja okkur hvernig nákvæmlega við maður leysa þennan vanda. Til dæmis ef það einhver sem er ríkur og frægur á mörg fyrirtæki til dæmis ein leið til að leysa loftslagsvandann að fjárfesta í fyrirtækinu mínum sem ætla að búa til tæknilausnir. Ég er ekki að segja það þannig sé allar bækur en þú veist það svona svolítið þessu þannig að ég var að reyna að stíga eins út fyrir það Já, ég hugsaði líka að þú veist það er alltaf talað eins og sé einhver svona lausn. Mér líður dálítið eins og fólk, þessi vandi er svo viðtækur að fólk nær ekki utan um hann þannig að lítur dálítið bara á þetta eins og einhver tölvuleik eða reikningsverkefni sem við þurfum bara að leysa en ég held að þetta sé bara einhver raunveruleiki sem við lifum núna Já, og hvernig ætlum við að lifa af, hvernig ætlum við að hafa nægan mat fyrir alla húsaskjól og halda einhverjum lífsgæðum, þú veist og það er svona vandinn og það engin lausn, þetta bara eitthvað viðvarandi en svo náttúrulega jörðin geti alveg framfleytt okkur öllum og við getum öll haft það bara mjög gott og bara verið betur en í dag þannig að þetta er ekki neikvætt í sjálfum sér þannig lagað, þú veist, kannski
við þurfum ekki eins og að vinna jafn mikið og eins og frægi hagfræðingur breskur Keynes, John Maynard Keynes sem sagði að við myndum vinna 4 tíma árið 2020 en við vinnum bara 12 tíma á dag mörg frekar. Þetta bara kerfið í kringum okkur þannig að það svona viss frelsun sem getur líka falist í þessu Ég hugsa það líka, ég hugsa nefnilega margir upplifi þegar þetta eitthvað svona ferli sem að maður sér fólk fara gegnum sem svona loftslagskvíðinn og svo á sér eitthvað stað, eitthvað svona spiritual ferli þar sem að fólk verður frjálsara og hamingjusamara þegar kemur út hinum einn. Ég held það Ég held það þessi alveg þannig og fólk einmitt gerir sér grein fyrir bara ok, þessi heimur sem ég var lofað og lofaður, hann er ekki raunverulegur eða mögulegur og kannski hann þetta bjargunum Já, en ég tala þá þetta líf þar sem að við kaupum okkur einbýlishús í Grafarvoginum og eigum barnabörn og förum til Tenerife og eitthvað svona en við getum samt alveg skapað okkar eigið líf og það verður hamingjusamt ef við sköpum það þannig. Og þetta kannski sem við varum búið að segja að við ættum eignast ekkert endilega það sem okkur langar í. Nei, nákvæmlega, einmitt og það var kannski ekkert það sem að það merkilegast í heiminum. Eins og það segir hérna á blaðsíðu 119 að hafa ímyndunarafl til að elska þennan heim og reyna að lýsa honum. Það dálítið svona finnst mér svo góð einhvern veginn, bara að segja sögurnar og vera til í þessum heimi. Hvað þýðir það? Það kannski ástæða fyrir líka að það mikilvægt að eiga góða rithöfunda og góða listamenn af því að við erum alltaf að reyna að lýsa einhverju, reyna að endurhugsa heiminn líka. Já, einmitt. Og það náttúrulega mjög kræfjandi, getur verið mjög erfitt og það mjög auðmýkjandi. Já, einmitt. En þannig verður eitthvað nýtt til, einhverja nýjar heimsmyndir og við komumst á einhvern nýjan stafandi. Takk fyrir viðtalið. Já, gaman að spjalla við þig.